Almenn brot eru leið eða ritháttur til þess að skrá tölu eða talnagildi sem er ekki heil tala. Við til dæmis skráum hálfan svona. Þetta þýðir að við erum búin að taka eitthvað og skipta því í 2 parta og erum svo með 1 svoleiðis part. Og það sem 1 er helmingurinn af 2, þá er þetta hálfur. Á sama hátt er 1 þriðji svona og 3/4 svona. Þá erum við búin að skipta einhverju í 4 parta og við erum með 3 svoleiðis. Almenn brot og tugabrot er í raun sinn hvor rithátturinn til þess að sýna það sama og í raun prósentur líka. Tugabrot er þegar við segjum 0, eitthvað en prósenta er þegar við setjum prósentumerki fyrir aftan. Til dæmis í tugabroti þá er hálfur 0,5 sem eru 50%. Það er hægt að umreikna fram og tilbaka á milli þessara 3 rithátta hvernig sem er. Maður bara fylgja réttum reglum. Þegar maður reiknar með almennum brotum þá þarf maður að passa sig að nota réttar reglur. Í plús og mínus þarf maður að gera samnefnd. Það segir okkur að neðri talan sem er kölluð nefnari þarf að vera svo sama áður en við förum að leggja saman eða draga frá. Efri talan heitir teljari. Þá lengjum við almennu brotin, margföldum með sömu tölu fyrir ofan og neðan. Þannig breytum við ekki brotinu, heldur bara tölunum. Þannig að það er sama tala fyrir neðan í þeim brotum sem við ætlum að leggja saman eða draga frá og þá getum við klárað dæmið. Í margföldun og deilingu þá þurfum við ekki að gera samnefnd heldur bara við margföldum í gegn. Uppástriki og niðurstriki, eina sem er ólíkt er að í deilingu þá tökum við aftara brotið og snúum því á haus áður en við margföldum.